sem sagt að við erum hérna með blöndunarferilinn og við ræsum Control Expert og tjekkum á því hvort að, já, og náum í hérna uppsetningu vélarinnar sem við gerðum áður, náum í þá skrá og förum í file save as svo að það fari í einhverja aðra skrá, svo að það fari ekki bara í uppsetninguna, skiljiði. Þá ég ætla að fá hérna Control Expert hjá mér. Sko, í skráarnafninu má vera með íslenska stafi. Skráarnafninu, já. Ég næ hérna í uppsetning 1 hérna. Þá fæ ég það fram. En svo er langbest að fara í file og save as og blöndun. Já, ég læti það heita hérna 1b blöndun og þá segi ég hér bara save, þá er þetta STU-fælinn. Ég er ekkert komin með þá nógu mikið til þess að geta vistað STS-skrá. Núna heitir verkefni hjá mér 1b blöndun og þá eins og segir í verkefnu að fara í gagnagrunninn og skrá í dataeditorinn, lista yfir innganga og útganga. Þá ræsum við bara gagnagrunninn beint og skráum þarna inn. Þá smellum við á þetta hérna dataeditor og við getum stækkað hann upp og hérna setjum við inn listan og skráum þetta allt saman inn. Svona. Og hérna koma fyrst hæðarrófar. Þetta er tankur sem að tekur inn á sig 2 efni og við látum að hræra í smá tíma og hérna hita blönduna og eftir að hann hefur hitað þá hrærum við pínu stund í viðbót og svo látum við afurðina fara út. Og hér sjáum við sem sagt seinna þá förum við í svokallað flæðirit og hérna er rauninni uppsetningin á sem sagt skjánum sem við setjum upp. Þannig að hérna það sem við erum að setja inn núna er nafnið á þessum hæðarrófum hérna til að byrja með og svo er fylling hérna, timing og stöðvun og svo eru lokarnir, það er fyrir efni A, loki fyrir efni B, loki fyrir timingu og hræran, síðan bætum við þetta útbúum svona kassa til að láta breyta lit þegar við setjum hitaran í gang og látum það vera hitaran, látum hann breyta lit. Allt í lagi, þá byrjum við bara á þessu að setja inn þessi nöfn. Það getur verið að sé gott fyrir okkur að fara fljótlega úr þessum lista hérna á öftustu síðuna í skránni. Þar eru fleiri nöfn sem við þurfum að setja inn í gagnagrunninn og það er kannski bara best að setja það allt saman inn. Við sjáum, hér er listi og hér er listi. Já, þetta eru 2 síðustu síðurnar og það sem við þurfum að athuga hérna að það er að við verðum að sleppa að setja inn nafnið þar sem að er svona hengilás. Því að það tilheyrir flæðiritinu og við megum ekki setja
þessi nöfn inn, en já, ef við gerum það þá þurfum við að eyða þeim út úr gagnagrunnum áður en við setjum þetta inn í flæðiritið, því að þá heldur þetta sé eitthvað sem að tilheyrir stigariti eða eitthvað svoleiðis, en þetta tilheyrir flæðiriti og þetta eru svona stýringar, en þetta er í rauninni bara búl, þessi heiti hérna, þar sem að við sjáum það sem að hengilásin það er bara búl, og því að það kemur þegar við byggjum upp flæðiritið. Þannig að það er gott bara að byrja að skrá þetta inn og svo kemur hérna að því að við sjáum hérna S1 neðsti og svo framvegis. Og seinni hlutin af þessu er hér. Sumt af þessu er eins og þið sjáum hérna heiltölur, inntekar og en svo sjáum við hérna að þetta margt af þessu sem er með hengilásnum sem að þið passið ykkur að skrá ekki inn, því annars er bara svolítið vinna í því að losa það út aftur, að þetta er sem sagt SFC, Sequential Function Chart, Step, State, sem sagt þetta er flæðiritinu, þetta tilheyrir flæðiritinu. Og þá ætlum ég að sjá hvernig við förum að þessu. Þegar við erum komin með alla þessa sem sagt þætti inn í dataeditorinn, þá getum við farið í New Section sem sagt undir Programs. Nú er ég búinn að sem sagt, þið voru örugglega búnir að fara í Save As, vista þetta sem þá til dæmis blöndun, eða ég skrifa hérna 1B blöndun. Er allir búin að því, þannig að þið vistið þetta ekki bara yfir uppsetninguna. Þá undir, sem sagt, í Logic, undir Programs, þá kemur hérna Tasks og Must, svona Master Task. Svo undir því er Logic og þar inni á stigar þetta komið, eða í þessu tilfelli núna flæðirit, og það veljum við þetta SFC sem stendur fyrir Sequential Function Chart, og þá er bara spurning, það er alveg nóg að skrifa bara blanda, en ef við viljum bæta einhverju við þá bara hafa í staðan fyrir bil, hafa bara undirstrykk. Gerum við þetta inn í Logic eða? Já, hægri smella á Logic og fara þar í New Section og þá spyrum við breyta þessu, já, og breyta strax language í SFC, svo að þetta fari nú örugglega rétt, og þá skrifum við inn blanda area number. Ég er ekki viss að það þurfi að setja neitt þar inn eins og en hérna við förum síðan í því að setja flæðiritið þarna á eftir. Og hérna við smellum bara á OK hérna. Hvað skrifaði þið? Ég skrifaði bara hérna blanda efni A og efni B, það er alveg óþarfi í sjálfsér, það má segja bara blanda, alveg nóg. En bara velja sem sagt language SFC, það skiptir í máli. OK, svo já, þá smellum bara OK. Þá sjáum við að breytist þess að flöturinn hérna, og ef við höldum áfram, já,
En hérna sjáum við hvernig þessi flippið er og svo kemur þetta upp og eina sem við þurfum að finna hérna, það er þá þetta tákn. Vítum aðeins. Næsta atriði sem sagt þegar við erum komin með flæðiritið hérna inn, sequential function chart, þá sjáum við að það breytist tækjasteikan hérna neðst og þá reynum við að finna táknið sem er lengst til vinstri hérna og það er eins og sem sagt aðgerðakassi hérna og síðan þar sem er skilyrðið, þetta fyrir neðan, strik, já. Þetta hérna að finna þetta tákn hér upp í tækjastikunni, það er eiginlega alveg við, býtum við, nei það er hérna, það er ekki. Þetta er svona smátt. Það er ekki lengst en vinstri. Já, þetta er svo smátt hérna á tjaldinu að þetta er hérna sko. Það er í gangi. Þú erum búin að finna þetta. Þú erum að finna táknið. Ok. Og þá náum við í það og við reiknum með sem sagt 9 stykkjum af svona aðgerðarkossum í röð sem okkar þetta þá birtast hérna 9 kassar. Ef við förum hérna bara hér í línu 2 til dæmis, getur svo alveg verið í línu 1, það breytir ekki öllu. Ef ég smelli hérna á línu 2 þá fæ ég hérna 9 stykki hérna niður og það sem við gerum næst, það er að við þurfum að athuga hérna hvernig, já, förum fyrst á bendilinn hérna, smellum út fyrir, þá er þetta ekki lengur valið og til þess að fá fram þessa kassa hérna við hliðina á, þá þurfum við að fara hérna í View og í Expanded Display. Já, þá breytist þetta svona. Og ég ætla að færa mig aðeins til hliðar. Þá kemur þetta hérna hjá mér alveg í dálk 2. Þið getur hafa sett þetta í dálk 1 og þá er þetta ekkert vandamál. Það þarf ekki að færa þetta til sem sagt. En nú er bara að fara í það að skilgreina hvað er í hverjum aðgerðarkassa og þá sjáum við hérna í verkefninu að við eigum að gefa þessu nafnið upphaf, við smellum hér bara á þennan kassa og við þurfum að haka við initial step vegna þess að þá segjum við inntölvunni í hvaða skrefi hún á að byrja að lesa flæðiritið. Oftast er nú bara efst upp í flæðiritum. En þetta er mikilvægt að merkja hvar hún á að byrja þegar hún er sett á run. Ok, þá gerum við það. Þá sem sagt tvísmella á þetta hérna og breyta þessu í upphafi á. Og svo haka í bóksið, inn í þessi step og svo bara smetla á OK. Og það kemur sem sagt, það er engin skipun sem sagt, hún er ekkert að gera neitt sérstakt í þessu skrefi hér, ekkert að resetta neitt eða fara í set á neinu, en það getur verið að við þurfum að gera það í einhvern tilfellum í seinni verkefnum. Hér kemur sem sagt síðan
skilyrðin hérna á milli, við skulum bíða með þau, við skulum byrja bara á því að setja inn í þessa kassa hér hvað heita, efni A, efni B og svo framvegis, hitar og hrærir á þetta að vera hérna fyrir neðan efni B og þar á eftir gott að setja inn sem sagt þessar skipanir hérna vaffeitt, loki, efni A og svo framvegis og reset og tæmingi lokið. Það fara þá í það næst og að lokum að fara í þessi skilyrði á milli. Það sem þarna Já. non-vaffeitt loki hliðin á? Já. Hvað, það bara komment eða hvað fyllir það er? Ég skal sýna ykkur það hérna aðeins. Setur það initial step líka? Nei, bara efsta, því að það segir tölvun að byrja þar. Sko, ég ætla að fara inn í þetta hér og þetta heitir efni A, efni undirstrikk A og ég fer síðan í hérna action, þetta er undir action og það er fyrst qualified bara non en ég næ hérna í þetta sem stendur hérna vaffeitt loki efni A þá opna ég fyrir að gera hann virkan og já, ég ekki komið með neitt inn í gagngrunnin hjá mér en hérna kæmi alveg fullt af nöfnum sem að kæmu sem þið eru búin að skrifa inn og ég næ hérna í vaffeitt loki efni A sem ætti að vera í þessum lista hérna og þá kemur það inn í þetta hér. Ég ætla að skrifa þess nokkast inn í gagngrunnin hjá mér svo ég sjá hvernig við höfum að gera þetta. Þannig að gera svo þarna hvað? Já, reset. Já, qualifierinn er þá reset. Vaffeitt loki efni A og þetta hérna er í rauninni búl, já þetta gæti líka verið þess vegna íbúl. Var þetta ekki íbúl hjá ykkur? Ég held það. Og ég ætla að setja inn tæmingu lokið svo ég geti sýnt. Hérna svona og síðan hérna er ég þá búinn að skrá í gangvörunni, ég fer aftur hérna í þetta og ég var ekki búinn að klára þetta er efni A síðan smelli ég á action það svöndu hérna sem næst við hliðina general action og þar er fyrst qualifier non þá kemur eins og non þarna og nægi vaffeitt loki efni A smelli á 3 punktinn til svona það vaffeitt loki efni A smelli á OK þá, og svo á ég eftir að fá þetta niður í listan og þá verð ég að smella á new action þá kemur það hérna inn í listan hér þá kemur non hérna vaffeitt loki efni A og síðan þarf ég að fara í næsta, ég ætla að velja hérna reset af því að það er hérna reset tæmingulokið og þá eyði ég þessu út hérna fyrst því að það er erfiðar að ná í það öðruvísi og ég smelli hérna 3 punktinn og þá næ ég í tæmingulokið smelli á tæmingulokið vel það hérna inn og ég verði að smella á new action og þá kemur það hérna fyrir neðan. Ef ég myndi vilja fá öðruvísi röð á þessu, þá get ég sagt hérna move up og svo get ég farið tilbaka með það, move down. Þannig að yfirleitt skiptir þetta nú kannski ekki svo miklu máli en þó það getur verið í einhverjum tilfellum. Í hvaða röð við setjum inn þetta, þessar skipanir. Ok, þá smellum við bara OK þegar þetta er komið. Því að í þessum qualifier, þar getum við sett inn set, reset og
delay, það sem sagt þegar við viljum setja inn tíma inn í þetta, en í þessu tilfelli hérna erum við með reset. Og svo smellum við bara OK og svo höldum við áfram með efni B. Making the variable efni A already exists. Það eitthvað villa eitthvað. Ef að þú hefur skrifað þetta aftur inn, kannski með og hérna, það getur það er eiginlega aðalmáli að þú bara nærð í þetta. Ég skal bara líta á þetta hjá þér. Þannig að til þess að klára þetta hérna að þetta skilyrði það var blátt í kringu það áðan og svo þegar ég er komið með hérna upp þennan jumper hérna á staðinn þá er hann líka blár, það er vegna þess að ég er ekki búinn að merkja hann. Ég tvísmelli á hann og ég næ í það sem stendur upphaf. Svona og segja OK og þá er ekki lengur neitt blátt í kringum hann. Og ég held að ég geti sem sagt undirbúið það alveg að vista þetta og þá núna ef þið hafið náð að klára það að setja upphaf, það þarf ekkert endilega að klára allt, þið getið gert það seinna bara strax og eftir, en allavega það sem við konum með að það er mikilvægt að vista þetta núna. Við smellum þá fyrst á Analyze og síðan Build Changes og segjum hérna já og þá förum við hérna í File og Save Archive. Þá kemur sama nafn og ég gaf því hérna í byrjun, 1B blöndun. Læt þetta vera sama nafn sem sagt fyrir skráarsafnið. STA og nú er miklu öruggara að við allavega séum með þetta geymt, við séum búin að vista þetta. Ég get ekki save archive. Já, ég með 2 error. Já, nú skal ég laga það, það er eitthvað sem að hefur þá misfarist. Já, ég er með 96. Já, það, ef það er bara eitt vandamál leyst, það getur leyst mjög mörg samtímis. Núna, þegar að búið er að skrifa sem sagt inn í alla aðgerðakassana og búið að skrá inn í action hvað á að gerast, að þá þarf að setja inn hérna þessi skilyrði inn á milli. Og sum þessara skilyrða eru með svona stigareiti á bakvið sig. Það er bara eitt stigareit fyrir hvert skilyrði. Þannig að við getum ekki sett þetta allt saman í belgót biðu inn í eitt stigareiti með mörgum útgangum, heldur þá er bara einn útgangur, eins og hérna til dæmis efst. Það er start skilyrði og það er bara þessi lína í eitt stigareit sem að tilheyrir þessu efsta skilyrði hérna. Hérna þetta start skilyrði. Þá þurfum við að velja, byrja sem sagt sérstaklega á því og það þarf að stilla það með ákveðnum hætti. Ég ætla að færa þetta hérna frá og sýna ykkur það. Sem sagt, býtum við, ok, hérna, ég kannski færi þetta aðeins svo langt hérna hjá mér. Sjá, svona, reyna að hafa þetta hérna til hliðar líka. Svona, sko, að þegar ég smelli á, þegar ég smelli á þennan, þetta skilyrði hérna, þá þarf ég að passa mig á einu, tvísmelli hérna, þá má ég ekki bara hafa þetta sem variable. Þetta er ekki variable,
hérna sem sagt forrit á bakvið og ég verð að velja hérna transition section og hér gef ég þessu nafn sem að þá start skilyrði. Það rauninni útgangurinn hérna, start skilyrði. Og það má bara vera D í þessu eðlilega. Og þegar ég er búinn að skrifa nafnið, þá verð ég að smella hérna á edit. Og ég segi já hérna. Og hér þarf ég að velja hvaða tegund af þessu sem hérna í boði. Ég verð að velja hérna stigarit. Þetta ekki funksjónblokkdiagram eða struktúrað texti eða instructions-list. Þetta latte diagram og ég verði að velja hérna LD. Svo smelli ég OK hérna. Þannig að hér fæ ég fram latte diagram og ég hef hérna startskilyrði útgangin lengst til vinstri. Ég þarf að færa hann hérna til svo ég fái pláss fyrir þessa þætti sem eru þarna allir saman. Og þá þarf ég að tína þá til. Svo að hér þá stigariti sem eru á bakvið þetta. Það eru 4. Það byrjar hérna S4 startfylling og S1 neðsti, tæmingu lokið og S6 stoppa blöndunarferli. Þetta þessi 4 sem að vera í röð og útgangurinn kemur síðan startskilyrði. Þannig að þá náið þið bara í hérna það sem að normally open þáttur, S4 startfylling og síðan normally closed og þið þurfið að setja það hérna inn. Tæmingu lokið, það venjulegur án neitunar, þannig að ég set hann hérna og síðan kemur að lokum S6 stoppa blöndunarferli. Svona. Og þið náttúrulega búin að skrifa þetta allt saman inn, þannig að þið bara náið í það sem að hér. Og það sem ég var búin að skrifa inn sem var mjög lítið, það var bara tæmingu lokið og VAF 1, það ekkert inn í þess. Jú, það tæmingu lokið á einu stað hérna. Þá gæti ég haft það hérna, til þess að hafa þetta eins og í, en í rauninni skiptir ekki máli í hvaða röð við höfum þetta. Þetta raðtenging og þá skiptir ekki máli. En hérna var S4 startfylling. Þið náið þetta í gagnagrunn. Ég var ekki búinn að skrifa þetta inn í gagnagrunn, þess vegna verði ég að skrifa þetta inn. Og ef ég segi OK hérna, þá verð ég að velja hvað þetta og þá fer það inn í gagnagrunn hjá mér nú í leiðinni. S5 stoppa blöndunarferli, S5 sem eitthvað... Nei, S6 stoppa blöndunarferli. Það S6. S1 neðsti hérna. Já, útgangurinn. Já, þið bara færið hann til, þannig að hann passi þar. Þannig að það bara að henda honum nógu langt í burtu, sko. Þannig að hafið nógu pláss fyrir þessa þætti. Og hérna var S6 stoppa blöndunarferli.
Já. Og þá sem sagt, þá þetta komið og í rauninni þá get ég farið bara hérna yfir og þetta raðast bara hérna upp sko og þá sjáum við að textinn hann kemur hérna fyrir ofan línuna. Það því að já, þegar að allt þegar að stigaritið bara komið inn þá ferðu bara aftur hérna í chart. Þetta verður til sko. Þú getur bara þess að loka þessu ef þú vilt sko. Þú getur farið í close window. Svo er alltaf hægt að opna það seinna ef maður þarf að halda. Það er hægt að hægri smella á flipan hérna niðri og bara loka því. En það er allt í lagi að þessi skilyrði hérna safnist bara upp hérna niðri. En við getum alltaf valið eins og ég hef hérna PLC bus. Ég er með eitthvað gamalt hérna stigarit sem er ekki að gera neitt. Ég eyði bara eftir. Og ég fer hérna í data editorinn og svo er hérna flæðiritið SFC og svo bara höldum við svona áfram. Við tökum hérna næsta stigarit kemur hérna. Nú förum við aftur í þetta en hérna eru bara 2 skilyrði. Þegar tankurinn er hálfur, það er neðsti hæðiróinn, hann þarf að vera inni og miðjuneminn, hann er komin inn. Þannig að það er ýmislegt sem gerist þegar að tankurinn er hálfur, þá hættir efni A að renna og efni B tekur við og jafnframt þá fer hræran í gang og hitarinn. Svo að hérna, þegar ég tvísmelli hérna, þá reyndar af því að ég gerði síðast transition section, þá held ég mig við það. Þið sjáum hérna líka fyrir ofan, hér stendur hérna invert transition condition. Hér er neitun, maður getur snúið merkinu við með því að haka í þetta. Það er gert neðar í flæðiritinu. Við nýtum okkur það, þá kemur eitthvað non fyrir framan. En annars heitir þetta hérna hjá mér, næstu útgangur í þessari section heitir hálfur og þá segi ég bara OK á það og þá verður til þess að þá er hérna ladder diagram valið hérna og segja OK og þá kemur stigarit. Ef að það kemur ekki fram hérna fyrir plássleysi og svo framvegis að þá þurfum við bara að tvísmella á þetta aftur og segja edit. Já, það var það sem ég glemdi. Ég átti að smella hérna á edit. Þá kemur það og þá þarf ég að byrja að færa útganginn nógu langt til hægri svo ég komi rofunum fyrir en það er reynda bara 2 í þessu tilfelli núna. Ég smelli 2 rofum hérna inn á eða sem sagt 2 þáttum inngangsþáttum og ég stækka þetta hérna aðeins upp svo ég sjá þetta betur og fyrri á að heita S1 neðsti og ég ætla að sjá hvort ég á hann til í gagnagrunnum. Já, S1 neðsti, OK á það og bara OK og síðan hinn var S2 miðjunemi og ég hef væntanlega ekki skrifa hann inn. Já, hann vantar hjá mér í ganggrunn og ég myndi þá skrifa hann inn. Hvernig gerir ég þarna nótt tvístöðuglið? Já. Þá verður að haka í þegar maður fer inn í þetta hérna er að setja inn þetta inn svona þá verður að haka í invert transition section. Þetta er búin að gera það og segja OK á það og búin að setja nafn og allt á þetta. Þá kemur non sjálfkrafa. Og hafa transition section á? Já, hafa það valið transition section. Ok, næsta atriði hjá mér hérna fyrir neðan hérna að þetta verður svona nafni B að það er
Það fullur tankur. Og ég verð að hafa undirstrik. Fullur tankur og það bara allt eðlilegt, transition section. Og ég smelli hérna á edit og fæ hérna latte diagram til þess að setja það inn. Svo að þá raðaði þessu inn. Svona gerið þetta þar til að allt þetta, já, það ekki allstaðar það sem svona transition sections. Það eins og í verkefninu hérna þegar skoðum flæðirritið. Það hérna seinkun lokunar VAF3 til dæmis. Það bara ein lína hérna undir. Nafnið undir svera skilyrstrikinu. Og þá þýðir það að það bara einn variable. Og þá myndi maður bara velja hérna variable til að setja það í. Allt sem fyrir neðan strik það variable, en það sem fyrir ofan strik þar stigaritt á bakvið og eins og hérna hiti og tími tilbúinn og það endar í útgangi sem heitir hiti og tími tilbúinn. Akkurat. Já, það sem fyrir neðan, já, það eins og S5 tæmingarofi. Finnir þá bara í data? Já. Þá gefur einhvern tímann að því, þá breytur bara yfir í variable og nærði í þrípunktinum í S5 tæmingarofi sem þú eru væntanlega verið búin að skrifa inn og segir OK á það. Og þá kemur það undir. Ég set bara eitthvað hérna til þess að eitthvað bull til þess að prófa þetta. Setja hérna neðsta. Þannig neðan tæming, hvað stendur það? Og þá kemur þetta undirstök. Fyrir neðan tæming. Not S1 neðsti. Já, ef bara sko þá vel ég variable og S1 neðsti, ég vel næ hann, en klikka, haka við invert transition condition, þá birtist þetta not. S1 neðsti við vel það, segja OK á það og svo haka ég við hérna invert transition condition og segi OK og þá kemur not hérna sjálfkrafa, not S1 neðsti. Í næsta tíma þá förum við svo í þessi stigaritt sem við bætum við þegar að flæðaritt komið inn. En við ætlum að líka eftir því að hækki hægt og rólega í tankinum. Þetta 200 lítra tankur og við notum hérna teljara og þetta tanklevel það hækkar hægt og rólega og síðan lækkar það aftur þegar við tæmum hann. Og það sem sagt þetta stigaritt sem við ætlum að setja inn, teljarar fyrst og hér gerist þetta þá sjálfkrafa að hæðaróðni koma fram. Við höfum samanburðarblokk hérna og hérna það sem stendur inn í samanburðarblokkinni. Þegar við komum meira en 5 lítrar í tankinn þá verður S1 neðsti hæðaróðin virkur og í miðjunni þá verður S2 virkur þegar komið meira en 100 lítrar í tankinn og síðan tankurinn fullur þegar orðið 200 lítrar í tankinum. Og þá setjum við sem sagt inn líka þetta skref að tæmingu sé lokið, það skilyrði fyrir því að við getum byrjað að fylla. Og þessi upphafspúls, hann settur hérna til þess að í byrjun þegar við setjum internal run eða herminn á run að þá verði þetta skref virt, verði uppfyllt þetta skref eða þetta skilyrði og þá sjáum við það hérna sko, tæmingu loki og það verður þá komið inn og þá hægt að
að ræsa fyllinguna með S4. Svo að í byrjun þegar allt tómt og þeir setjum tölvuna á run, að þá staðan svona, tankurinn tómur, tæmingu lokið sem sagt, það skref kemur inn og þessi hérna gefur alltaf samband nema þegar við ætlum að stoppa. S6 þá inni, svo að all þessi ræsiskilyrði eru fyrir hendi. Nú hitt stigaritið sem við þurfum að setja inn, það hermir fyrir hitastig í tanki. Þá erum við með annan teljara sem að við líkjum eftir þá hitastigsbreytingu í tankin. Svo að hér teljum við upp og meðan að tvístöðureglinn stoppar okkur ekki, að þá hérna teljum við hitastig breytinguna. Við fáum hérna frá Systembygg S6 sem að gefur okkur hæga púlsa og síðan þegar að við erum komin upp í viðkomandi hitastig þá verður við erum komin upp í allavega 40 gráður, hérna stendur og reyndar 60, en við erum að vinna með hitastig í kringum 40 gráðunar. Þannig að efra ósk hitastigið 40 gráður hérna. Við setjum það inn í minisólf hérna með þessum systembita hérna, S13. Hann kemur inn í upphafi, þetta upphafspúlsinn, og hann setur þetta tölugildi 37 inn í minisólfið neðra ósk hitastig tanki og setur inn tölugildi 40 í efra ósk hitastig tanki. Og svo hérna samanburðar þáttur hérna, hermir hitastig tanki minna en neðra ósk hitastig tanki, að þá útgangurinn virkur ef þessi fulllæring rétt og þá helst hann inni, þessi tvístöðureglir, þar til að þetta hefur breyst. Að hermir hitastig tanki orðið hærra en efra ósk hitastig tanki og þá kemur merkið á reset og tvístöðureglinn fer út. Svo að við erum með líka skilyrði fyrir því að hitarinn megi koma inn, það líka inn í þessu stigariti og svo hérna upplýsingar ef að lágt hitastig í tankinum undir 10 gráðum. Og það haft hérna, svo að hérna við erum ekki að lækka töluna í teljaran ef að hitastig mjög lágt. Svo þá hérna það þessi 2 stigarit sem við setjum inn og að lokum þá og höfum við þessa mynd hérna, svona fyrirmyndað því það sem við setjum inn í skjáinn og það tökum við þá fyrir í næsta tíma. Þá segjum við þessu lokið.